Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl aftur og velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér í dag til þess að ræða nokkuð alvarleg mál eru Dr. Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur, og Drífa Snædal, talskona Stígamóta. Verið velkomnar. Takk. Það fór svolítið hátt núna helgina þessi umræða, hún fór náttúrulega mest fram á internetinu, hópnauðganir hælisleitenda og einhvern veginn út frá því spratt einhver svona hystería, það eru einhverja falsfréttir sagðar. Kannski bara byrja á þér að því að með þessu eru oft, það er gripið í alls konar tölfræði, þar sem að þeir sem að vilja reyna að sýna fram á það að afbrotatíðni fylgi einhvern veginn innflytjendum eða hælisleitendum, reyna svona, sanna mál sitt með einhverjum tölum. Er þetta eitthvað sem að bara þekkist eða þú kannast við? Umræðan þetta? Þú þekkir umræðana? Já, heldur betur. Já, sko einmitt, ég hef orðið vör við þessa upplýsingaóreiðu á netinu, því að það er bara að þú ætlar að svara þessari spurningu með svona bestu tölfræði, fáanlegri tölfræði, þá er það frekar flókið, þannig að fólk er að grípa í eitthvað sem að einhvers konar gögn sem hafa alls konar takmarkanir sem fólk kannski gerir sér ekki grein fyrir. Fyrir utan það hef ég bara séð alls konar dreift sem að mig gruna nú að gervigreindin sé að útbúa, af því að það bara ekkert rökrétt sem að kemur fram í alls konar Facebook-færslum og svona og fréttum á einhverjum miðlum. En það sem sagt bara hvað segja bestu gögnin okkar nákvæmlega þetta. Og ef maður dregur það svona saman og reynir að vera stuttorður, þá er það almennt þannig að það er sko sambandið svona á svæðavísu, þar að segja, þegar maður skoðar bara er fylgni á milli þess hversu hátt hlutfall land hefur af innflytjendum og hversu hátt hlutfall eða hversu mikil tíðnin er af alvarlegum ofbeldisbrotum eða afbrotum eða kynferðisbrotum. Og þar er svarið frekar einfalt nei, að það er ekki þannig að þau lönd sem hafa fleiri innflytjendur hafa fleiri afbrot. Og það er heldur ekki þannig að eftir því að þegar innflytjendum fjölgar í ákveðnu landi að þá aukist glæpir. En svo er önnur nefnilega spurning hvort að innflytjendur innan landa séu líklegri heldur en innfæddir til að brjóta af sér, og þá er svarið bara mismunandi eftir því hvaða land þú ert að skoða, því að staða innflytjenda í löndum er mjög mismunandi. Og ef við bara fókusunum á Norðurlöndin, að þá ef maður skoðar opinber gögn frá lögreglu, skráningar samkvæmt lögreglu, að þá er það á öllum Norðurlöndum eru innflytjendur í hærri tíðni heldur en innfæddir. En svo ef maður skoðar annars konar gögn, til dæmis bara kannanir sem eru lagðar fyrir allt ungt fólk á skólatíma eins og eru mikið gert á Norðurlöndunum, að þá birtist önnur saga, að þá til dæmis sjáum við hærri tíðni í Svíþjóð og í Finnlandi, en ekki í Noregi, ekki í Danmörku, og ég er ekki að sjá hærri tíðni í mínum gögnum á Íslandi. Þannig að þetta er svona, svarið við þessari spurningu er því miður ekki skýrt, en í þeim löndum þar sem að innflytjendur eru líklegri til þess að til dæmis að beita ofbeldi, að þá virðist að vera þannig að það er tengt ákveðnum þáttum sem að bara eru áhættuhegðun fyrir ofbeldishegðun, eins og til dæmis bara jaðarsetning, að hafa veik tengsl við samfélagið almennt og sem getur verið þáttur. Það er svona almenna mynstrið. Þetta hefur ekkert með trúarbrögð að gera? Nei, alls ekki. Ekki svo ég viti til að ég hef ekki séð rannsókn sem sýnir það. En sko af hverju, að því að margir horfa til Svíþjóðar, þá getur maður spurt sig af hverju er hærri tíðni innflytjenda í Svíþjóð heldur en innfæddra, og það er svo sem ekki skýrt svar við því, en ég myndi svona miða við allar upplýsingar sem ég hef séð, þá myndi ég halda að það sem hafi gerst í Svíþjóð er að það var mjög mikil fjölgun á
af innflytjendum með erfiðan bakgrunn, þar að segja erfiða til dæmis áfallasögu, var mikil fjölgun af þannig innflytjendum á stuttu tíma í Svíþjóð og það var ekki nægilega mikil stuðningur til staðar og svo það sem gerðist í kjölfarið að það, ég held bara að það var svona mikið, rasismi er kannski svona einfaldasta orðið bara og þess vegna mikil svona átök almennt í sænsku samfélagi bara innflytjendamál almennt sem hefur orðið til þess að það hafi bara myndast átök á milli hópa til dæmis. En samt vil ég segja að því að ég er í svona alþjóðlegu rannsóknarverkefni þar sem ég hef verið að vinna sérstaklega með öðrum afbrotafræðingum á hinum Norðurlöndunum og við erum að skoða ofbeldishegðun og afbrotahegðun ungs fólks í Svíþjóð líka því að við erum með gögn fyrir Stokkólm að þá vorum við ekki að sjá í okkar úlingagögnum hærri tíðni ofbeldis og afbrota í Stokkólmi heldur en innfæddra en það sem við erum að sjá hins vegar að svona gengjamyndun virðist vera sérstakt vandamál í Stokkólmi. Við erum ekki með upplýsingar Gautaborg en við erum með Stokkólm og gengjamyndun er langalgengust í Stokkólmi af öllum Norðurlöndunum og þar eru innflytjendur aðeins líklegri til þess að vera hluti af því. Og það er náttúrulega ástæðan fyrir því að ungt fólk og fólk almennt leitar í gengi hreinlega bara jaðarsetning og það vantar einhverja félagslega heild. Já, ég myndi trúa að það væri svona kannski sterkasti skýringaþátturinn. En ég held að ástæðurnar séu flóknar og margar. En ég held að það sé svona, áhættu þáttur að minnstakosti. Drífa, nú eru þetta virkilega alvarleg mál. Þetta var greint frá því hérna í fréttum að það hefðu komið upp hópnauðgunarmál. Það væru 6 tilkynningar það sem hafi árið. Þetta þykir mikið og mikið þetta. Finnið þið einhverja breytingu svona hjá ykkur á stígamótum? Eru fleiri að leita til ykkar vegna þess að það eru fleiri flóttamenn lausir út í samfélaginu eins og bara svo ég vitni í umræðina á netinu? Já, nei, ég myndi ekki segja það. Nú vorum við að gefa út þessa árlegu skýrslu okkar sem stúdfull af gögnum og við tökum það mjög alvarlega að taka saman svona gögn sem að brotaþolar gefa okkur upplýsingar og skemmst frá því að segja að 22 voru vissum við 30 hópnauðganir. Í fyrra árið 24 voru það 12. Þannig að þetta er mjög rokkandi. Ég vil líka segja það að til okkar kemur fólk sem verður fyrir afbroti hérlendis og erlendis. Þannig að við vitum ekki hvar þessi brot eru framinn en að stærstu hluta til á Íslandi að sjálfsögðu. Það er langlíklegast. Þannig að við sjáum ekki svona fjölgun hópnauðgana á milli ára hjá okkur og við sjáum heldur ekki fjölgun fólks af erlendum uppruna sem afbrotamenn heldur. Ég fór nú bara að fletta þessu upp hérna hjá okkur í fyrra að varðandi þjóðerni ofbeldismanna það var sett 75,6% íslenskir og 5% blönduðu þjóðerni þannig að við erum komin upp í svona 80% sem eru þá blönduðu þjóðerni eða óvíst þannig að við getum sagt að það er kannski 20% af erlendum uppruna. Að því sögðu þá veitum við ekki hvort að þessi brot séu af erlendum uppruna hérna á Íslandi eða erlendum uppruna erlendis. Því að það getur náttúrulega oft verið þannig að það eru framinn afbrot þegar þú ert í fríi einhvers staðar, þegar þú ert að vinna erlendis eða eitthvað slíkt. Þannig að við svo sem sjáum það ekki. Það sem við sjáum langbest í okkar gögnum ár eftir ár eftir ár er að konum og börnum og stundum körlum stafa langmest ógn af þeim sem eru þeim nákomin. Ekki af byrlunum út á götu, ekki af gengjum sem eru að nauðga,
Í 80% tilvika þá þekkir þú viðkomandi sem brýtur að þér. Það maki sem langalgengast. Byrlanir eru líka algengastar í makasamböndum. Það þannig. Byrlanir eru ekki jafn algengar á skemmtistöðum. Algengasta byrlunarlyfið eru svefnlyf og áfengi. Þannig að við þurfum líka aðeins að hvað maður að segja, að afbyggja þessa umræðu hættulega nauðgarannan í húsarhöldi sem erlendum uppruna sem að byrla. Að því sögðu þá eru þetta náttúrulega mjög, mjög alvarleg mál sem eru komin. Þessar 2 hópnauðganir sem hafa verið kærðar, ekki sögusagnir, heldur hafa raunverulega verið kærðar. Og ég skil það ekki að þeir menn skuli ganga lausir, af því að ég hefði haldið að það verði öryggi kvenna að þeir sæti gæsluvarðhaldi. Og síðan má segja að ég vildi óska þess að öll kynferðisbrot væri tekin alvarlega, sama af hvaða þjóðerni fólk En svo ég segi aftur að við erum ekki að sjá einhverja fjölgun í fólki af erlendum uppruna fram í svona kynferðisbrot eða kynbundið ofbeldi á milli ára hjá okkur, og við erum heldur ekki að sjá fjölgun í hópnauðgunum þó að auðvitað við erum ekki komið tölfræði fyrir 25. En þetta áhrifin, það eitt að verða fyrir ofbeldi og hvort sem að það einhver ókunnugur eða nákominn sem gerandi í því, en áhrifin þegar samfélagið tekur svona mál eins og þessi kærumál sem að hafa verið núna, bara áhrifin á brotaþola þegar þau eru einhvern veginn sett svona inn í einhverja hakkavél og útlendinga andúð jafnvel svona réttlæti einhvern veginn í þeirra nafni. Hvaða áhrif hefur þetta til dæmis bara á fólk? Það svona mín reynsla eftir þessi 2 ára stígamótum að þau brotaþolar hvers mál fari í fjölmiðla. Það auka álag. Það það. Og það eru nokkur dæmi það að við tökum fólk fram fyrir biðlista sem okkur hefur reynda tekist að stytta mjög hressilega, sem ánægilegt, sem ekki jafn langir eða voru. Það eru ef þetta eru unga konur, ef þetta eru konur sem eru brotaþola vændis. Og svo það ef mál í hámæli, af því að við vitum að það bara skiptir gríðarlegu máli að fá stuðning í gegnum það líka. Og þess vegna reynum við að passa okkur aðeins á stígamótum að fara inn í einstaka mál og tala þau, af því að það við lítum svo á að við séum málpípa brotaþola. Og við erum ekkert endilega að gera brotaþolum greiða með því að tala einstaka mál í fjölmiðlum. Af því að það bara, eins og ég segi, það auka álag og fólk bara sjálfsögðu tryggarast þegar sér einhvers konar umfjalli talnagjömm eða ónærgæti eða rándfæri með eða eitthvað slíkt sitt eigin mál í fjölmiðlum. Ég ímynda mér að þetta sé alveg svona auka álag ofan í annað, að einhvern veginn horfa á þessa hluti spilast svona einhvern veginn í kolvitlausa átt. Já, að því sögðu, ég ætla kannski aðeins að bæta við, að því að svo hefur líka tilvik þar sem brotaþolar beinlínis óska eftir því að við tölum þeirra máli, varðandi einstaka mál. Og þá hefur svona eftir eðli og sjá hvað við getum gert í því, en við höfum gert það líka, þannig að þetta getur verið á báða bóga og þau mál eru reyndar oft svona gömul mál sem kom upp í umræðin aftur. Það eru afbrot skeggja, það eru afbrot heiða snirtis og svo framvegis, það sem við erum búin að vera bara í samstarfi og samtali við brotaþola sem vilja koma ákveðnum upplýsingum á framfæri inn í opinberri umræðu. Þannig að það líka, auðvitað tökum við það alvarlega líka. Þetta að nota, maður fagnar því að það séu komin einhver svona samfélagsleg vitund og einhver vitundarvakning í kringum kynferðisbrotamál, eitthvað svona sem að maður hefur og margir hafa kallað eftir mjög lengi, en forsendurnar eru samt verast ekki alveg réttar.
það allavega svona minn skilningur að hér séum við að réttlæta útlendingaandúð með sko einhverjum ofbeldisverkum sem að svo en hvers vegna haldið þið að fólk notið þetta svona? Og áttar fólk sér hreinlega á því hvað það að gera? Sko, já, einmitt, mér finnst það góð spurning, en sko bara því að ég fylgst með umræðinu þá það eitt sem að mér langar að segja, er að sko ég háskólakona og að gera rannsóknir í háskóla og ég hef enga hagsmuni af annarri niðurstöðinu úr minnum rannsóknum frekar en hinni. Það bara, ég set fram rannsóknarspurningu sem ég að reyna að svara með gögnum og það svona það sem mitt starf og mitt starf alveg jafn mikilvægt í augum allra á mínu vinnustæði hvort sem niðurstaðan af því að það svo mikið svona einhvern veginn hugmynd núna í gangi að það sé verið að fela eitthvað af því að það sé einhverju svona hagsmunahópar sem að hafa hag af því. Þannig að ég vildi bara segja þetta því að það alls konar umræði í gangi en einmitt þetta með sko þessa opinberu umræðu þá einmitt eins og Drífa nefnir ég held að sko þetta sé mjög ég ímynda mér að það sé mjög mismunandi á milli brotaþola og þeir þurfa algjörlega að stjórna því hvort að umræðan sé opinberum þeirra mál og þá á þeirra forsendum en sko að hvers vegna þetta svona núna og ef maður les bara hvað verið til dæmis að hvaða athugasemdir verið að koma með hann undir þessi fréttir að þá það ekki óalgengt í dag að sjá að það sé verið að kalla eftir dauðarefsingu. Það verið að tala að fleygja fólk í sjóinn og notu alls konar orð en í raun og veru alls konar ljótt ofbeldi alls konar ljótt ofbeldi og sko því að mér finnst stundum ágætt að setja svona í samhengi og ég meina ef við horfum bara á söguna að þá þetta í raun og veru bara það sem að hefur verið svona gegnum gangandi. Ég meina ef við hugsum réttindabaráttu svartra í Bandaríkjunum og svona rasismann sem átti sér stað fyrir þann tíma þar að það gekk rosalega mikið út á það að vernda hvítu konurnar fyrir brúnu og svörtu kynferðisbrotamönnunum og það sem að sko þrátt fyrir að eins og ég sagði áðan að í opinberu gögnum lögreglu að þá sé hærri tíðni á Íslandi og öðrum Norðurlöndum þegar kemur að innflytjendum og svo var ég að tala að það sé mismunandi fyrir hvort að einstaklingur sé líklegri til að brjóta af sér og ég skil að í hugum sumra að þá virkir þetta sem mótsögn en þá verðum maður líka að hugsa að sko ef við erum að tala brot eins og kynferðisbrot að þá samkvæmt íslenskum rannsóknum að þá þegar við erum að tala alvarleg kynferðisbrot þá erum við samt að tala að 1 af hverju 10 sé tilkynnt til lögreglu. Þannig að meiri hluti allra kynferðisbrota í okkar samfélagi lenda aldrei á borði lögreglunar, lenda aldrei í skráningu og ekki í skýrslum undir ákærða á Íslandi og þannig að við vitum ekki hver bakgrunnur þessara gerenda eru en mér þykir líka með við aðra rannsóknir líklegra svona það munstur sem að ég hef séð að þegar að gerandinn einhver ókunnugur sem að brotaþoli tengir ekki við, þá líklegra að það sé tilkynnt heldur en ef það einhver nákominn. Bara því að það og ýmsar ástæður fyrir því. Þannig að maður myndi alveg búast við því að bara að vita þetta, þá viti maður að myndin í opinberu gögnum lögreglunar, hún að einhverju leyti skekkt. Að við erum ekki að fá raunverulegt hlutfall ákærðra eða gerenda með því að skoða gögn lögreglu, sérstaklega ekki með þennan málaflokk. Mér langar að taka undir þetta, að því ég hef verið spurð nokkru sinnum helgina hvort það sé líklegra að kæra eða ólíklegra að kæra ef það hópnauðgun og svarið að þetta persónubundið, hvort að fólk og aðalega konur kæri kynferðisbrot. En ef þú átt ef félagsleg staða þín undir eða fjölskyldunar eða eitthvað slíkt, ef þetta eitthvað nákomin þér, þannig að þú átt að hætta að vera útskúfu fjölskyldu, bæjarfélagi, skóla eða eitthvað slíkt og kærir, þá ólíklegra að þú kærir. Þannig að því nákomnari
sem brota maðurinn því flóknar ákvörðunin að kæra. Þannig að ég myndi segja líklegra að þú kærir þegar einhver ókunnur brýtur á þér heldur en einhver nákominn. Þannig að ég tek undir skekkju í þessum gögnum að því sögðu að því þú varst að tala svona þennan rasíska undirtón. Mér finnst þetta eiga við fleiri fréttir sem eru sagðar þessa dagana. Já. Og ég svona varð, það var eiginlega, þar síðasta vetur, þegar það varð einhver viðsnúningur í svona ummælum opinbera aðila, valdhafa í samfélaginu, gagnvart útlendingum og það kemur í tengslu við umræðum útlendingalöggjöfina og breytingar á lögum og allt í hennu var það bara undantekning ef að valdhafar töluðu ekki útlendingar sem vandamál. Skilur, það var bara vera vandamál að gera útlendingar stöðugt án þess að ræða virði þeirra í samfélaginu og mennsku þeirra og svo framvegis og ég fann það og við fundum það hjá Stígamótum að við erum nú með töluvert margar konur af erlendum uppruna líka sem koma til okkar að rasismin í kerfinu jókst. Þegar valdhafar fara að tala með einum hætti að þá veitir það leyfi að síast út í samfélagið og allt í einu alls konar fólk sem að þjónusta fólk af erlendum uppruna fara að hegða sér öðruvísi og þetta fannst mér vera áþreifalegt og ég held að við séum svolítið að súpa seiðið af þessu núna. Fólk leyfi sér að tala með allt öðrum hætti núna heldur að gerði bara fyrir 2 ár síðan og ég held að það séu þar að hafa valdhafar í samfélaginu bera töluverð ábyrgð auk þess sem verið að flytja inn áhrif að utan og við finnum það bara, það svona mannréttindi og undirhaldi víða heim. Þannig að ég nefni bara þetta leigubílamál suður á Velli. Akkurat. Og þegar ég lesi þetta hugsa fyrir þetta ekki praktísk úrlausnarefni? Skiljið að vera að gera rasisma úr einhverju sem virðist vera praktískt úrlausnarefni. Þannig einhverju hópar sem þurfa að nýta eitthvað rými með ólíkum hætti og bara ekki hægt að redda þessu. Akkurat. En allt í hennu þetta orðið hápólitískt stór mál útlendingar versus íslendingar. Þannig að mér finnst við vera að sjá meira af þessu í samfélaginu okkar. Hvað gerðum við vitlaust bara svona í inngildingarmálum og það nokkuð ljóst að það hefur komið talsverður fjöldi á síðustu 15-20 árum og það hefur og samfélagi stækkað en það einhvern veginn tókst okkur samt ekki að halda utan samfélagi sem heild eða að svona inngilda alla svo að við heldur þetta að verða alltaf meira og meira svona við versus þau. Hvað hefðu við geta gert öðruvísi? Ég held að til dæmis, mér skilst að ég nú ekki sérfræðingur í þessum málum, en mér skilst að það hafi til dæmis ekki verið nógu góðar svona miðlæga leiðbeiningar til skólana. Þeir hafa svona verið látnir gera þetta svolítið með sínu nefi, hver í sínu hverfi og það hafi til dæmis ekki verið gefið út eitthvað svona, hvað maður að segja, hentugustu leiðirnar til inngildingar og það svona verið að vinna því núna. Ég var mjög hissa þegar ég komst að þessu. Að þetta ekki, skólarnir fá ekki svona, hvað maður að segja, tæki og tól í hendurnar og þá erum við ekki einu svona að tala ekki mannskap, heldur bara lámars tæki og tól og ég held að skólarnir séu tölur líkit í þessu og síðan held ég líka það bara aftur hvernig við tölum, hvort við vandamála gerum þetta stöðugt eða finnum jákvæðlega á þessu og lyftum upp fjölbreytileikanum jákvæðinni í fréttaflutningi, í þáttum, í samfélagsumræðinu og svo framvegis. Ég held að það skiptir gríðarlegu máli. Og síðan náttúrulega fólk sem kemur frá stríðshrjáðum svæðum ber tráma. Og þegar við segjum, nú opnum við landi fyrir fólki frá Úkraínu, þá þurfum við að gera okkur grein fyrir því að það öllu líkindum
traumatisera fólk og svo einhvern veginn ákveða við traumatisera þau enn frekar eins og við gerum með Venezuela fólkið velkomin og svo bara nei, heyrðu við hættum við verðum að fara aftur tilbaka og þetta hérna, já það ýmislegt sem við getum gert betur. Þetta er einmitt svona svolítið svona stjórnsýslu kerfislægur svona rasismi í rauninni, hvernig við svona leyfum okkur að koma fram við fólk sem að hér vill búa og fólk sem að kannski líka flýr hingað og hérna við svona einhvern veginn, við leyfum okkur að taka ákvarðanir líf þeirra sem að við myndum ekki láta bjóða okkur. Já, og kannski bara ágætt inn í þessu umræðu því það verður að tala um að henda öllum afbrotamönnum úr landi, hugsanlegum og mögulegum. Við erum bara í stóru stíl búin að vera að henda þólendum, brotaþolum úr landi. Við höfum verið að henda mansalsþólendum úr landi, bara í massavís. Akkurat. Þannig að það er kannski ágætt að hafa það líka í huga, að okkur hefur ekki einu sinni lánast það að veita hér hæli fólki sem mansalsþolendur. Já, við verðum, mér finnst líka mikilvægt að sjá þetta þannig að vöxtur innflytjenda á Íslandi hefur bara verið meiri og hraðari hér en eiginlega alls þar annars þar síðust 20 árum. Og því geta alveg fyllt alls konar áskoranir og eins og bara að og ég tala nú ekki þegar við tökum á móti flóttafólki að þá er það bara krefst meiri vinnu af okkur að sinna því fólki þegar það kemur hingað og það við þurfum að vera búin að kerfin okkar þurfa að vera tilbúin eins og skólakerfið og til þess að geta sinnt þessu að því að annars er bara hætt við því að það muni takast illa og það geta orðið alls konar afleiðingar. Þannig ég held að það sé líka mikilvægt og það er líka hvað varðar hælisleitendur og fólk sem að sækja vernd af því að það er nú held ég hópurinn sem að margir Íslendingar óttast mest. Að ég held að stjórnvöld verði líka að vera meðvituð það sem ég held þau séu reyndar alveg að það eru áskoranir fólgnar í því vegna þess að fólksflutningar frá átakasvæðum er bara ágætis business, ákveðna viðskiptamódel, ákveðna hópa í sem eru að græða á því stórar fjárhæðir að koma fólki á milli landa og þetta er ekki endilega alltaf fólkið sem að þarf mest á því að halda eða hefur það verst. Þannig að bara svona landamæra gæsla verður pínulíti flókin vegna þess að til dæmis eins og bara að minnstakosti hefur ríkislögreglustjóri bent á það að það bara málum hvað varðar mansal að þeim fjölgi og verður svona flóknari að eiga við þau og það þarf auðvitað bara vera því viðbúin að með þessum auknum fjölda þá geti orðið svona löggæsla og landamæragæsla geti orðið flóknari þannig að það sé bara sagt. En svo annað að þessu að þá að því að það hefur verið svo mikið í umræðinu í tengslu við flóttafólk að það þurfi að vernda okkar íslensku gildi. Mér finnst það að því að mig langar, þegar ég sé þessa umræðu sem er rosa sterk núna, þá langar mig að staldra við og spyrja hvaða íslensku gildi eru það sem við þurfum að vernda sérstaklega sem að fólk frá átakasvæðum eða öðrum löndum býr ekki yfir. Hvaða gildi eru það nákvæmlega? Og ef að fólk hefur áhyggjur af jafnrétti kynjanna, ef að það eru íslensku gildin sem að fólk hefur áhyggjur af því að fólk sem er að flýja átök séu hafa ekki og sé ekki meðvituð að þá þarf að bara að vernda þau gildi í íslensku samfélaginu en ekki láta eins og að flóttafólk sé vandamálið. Þannig að og að því að
nú ég ekkert mjög gömul, en ég sá bara smá gömul. En svona ég var að hugsa þetta með þessi íslensku gildi og bara íslenskt samfélag. Að þessi gömlu góðu íslensku gildi. Og þráttur að það sé nú síður en svo að allt sé fullkomið í íslensku samfélagi í dag, að þá svo rosalega margt sem hefur batnað. Sérstaklega hvað varðar, hvernig við bara horfum á þolendur, hvernig við horfum á kynferðisbrot og jafnrétti kynjanna. Að þegar ég var ung kona þá til dæmis kom upp bara mjög alvarlegt kynferðisbrot, þar sem að faðir var að misnota dætur sínar. Og þetta vissi heilt sveitarfélag að væri í gangi bara fleiri ár og ekkert var gert, heldur voru þolendurnir að þær voru útskúfaðar meðal sinna bekkjarfélaga og meðal fullorðinna fólks á þeim svæðum. Og mér finnst svona stundum eins og ég hugsa tilbaka bara yfir íslenskt samfélag, þessi íslensku gildi, að það svo margt svona í okkar sögu sem ég held að fólk gleymi svolítið. Að eru það þessi, hvaða íslensku gildi það sem fólk vill endilega fá svo sterkt að halda í? Ég get sagt þér, ég fekk hann Árna Björnsson, þjóðháttafræðing, til þess að svara þessum íslensku gildin fyrir mig. Og hann sagði að þetta væri bara eitthvað sem væri bara bull. Þetta væri ekki tilneitt eitthvað svona eitt sem að héti íslensk gildi. Þetta væri eitthvað konar innflutt orðræða. Það talaði vestræn gildi líka. Og hann var að segja að ég meina ef við erum að tala eitthvað mennsku, þá hún í okkur öllum og þá hún ekkert sér vestræn og þannig að já, ef það svarar spurninguðinni þá vildi hann Árni Björnsson alltaf að meina þetta, það væri ekki til í rauninni neitt sem héti íslensk gildi, heldur væri þetta eitthvað svona orðfæri, eitthvað sem að fólk gripi til í vopnabúr svona þeirra sem að vilja kannski berja niður fjölmenningu. Svona. Það mér langar aðeins að taka þennan punkt með jafnréttið. Því að við erum afskaplega stolt af því svona öllötu vettvangi og ég held að það megi bara með sanni segja að aldrei eftir iðnbyltingu hafa konur verið með jafn sterka stöðu á Íslandi í dag. Bæði hvað varðar aðgengi að vinnumarkaðnum, aðgengi að velferðarkerfinu, valdastöðum og svo framvegis. Það gengur hins vegar ekkert að vinna niður kynbundið ofbeldi, ekki neitt. Við erum bara að sjá sömu statistík ár eftir ár og það ekki útlendingunum að kenna. Það náttúrulega fyrst og fremst Íslendingu, þannig að okkur hefur ekki tekist að uppræta ofbeldið. Og það svolítið merkilegt og stundum kallaði Nordic Paradox að á Norðurlöndunum, þess að jafnrétti kynja að komi hvað lengst, að þar mælist kynbundið og kynferðislegt ofbeldi mjög hátt. Það getur líka verið að því að við skilgreinum það. Við erum farin að skilgreina nauðganir í hjónabandi sem nauðganir. Það ekki gert allstaðar í heiminum, til dæmis. Við erum farin að skilgreina kynferðislega áreitni á börum sem kynferðislega áreitni, en ekki bara hluti af því að gangum beina, að þurfa að þola slíkt. Þannig að auðvitað þetta eitthvað skilgreiningaratriði, en eftir situr þessi spurning, við getum ekki verið jafnréttisland og bara okkur brjóst fyrir að vera jafnréttisparadís ef við tæklum ekki kynbundið og kynferðislegt ofbeldi, af því að það helsta ógn við lífsgæði og öryggi kvenna. Og hvernig gerum við þetta? Fyrsta lagi þurfum við að trúa því að við getum þetta. Við þurfum að trúa því að við getum upprætt kynferðislegt ofbeldi og kynbundið ofbeldi út úr okkar menningu, út úr okkar samfélagi. Við þurfum gríðarlegt átak, forvarnir, við þurfum að hefta aðgengi að klámi, af því að megni af þeim sem beita og aðra ofbeldi eru undir 18 ára. Það ekki bara megni af þeim sem verða fyrir ofbeldi, það megni af þeim sem beita ofbeldi líka. Þannig að unga kynslóðin svolítið lykillinn og síðan þurfum við að búa til einhvers konar menningu. Þú veist, við höfum gert þetta áður, breytt menningu okkar. Við þórum til samkynhneigðarar, notkun bílbelta, hætta reykja, við svo oft breytt menningun okkar. Og til þess að breyta þessari menningu þarf að vera stemningin ef að þú ert að fara að kyssa stelpu sem of ölfuð, þá grípir vinahópurinn inn í og segir, heyrðu, þetta ekki kúl, ekki gera þetta, skilur við, að það sé eitthvað svona samfélagslegt aðhald.
ef einhver sér eitthvað þá bara þetta ekki alvarlega. Þetta ekki trúarlega. Þannig að ég held við getum gert þetta. Ég held að þau mjög samhent átak og ég held að sko fyrsta skrefi sé að líta ekki á nauðganir og önnur kynferðisbrot sem náttúruhamfarir sem bara gerist, heldur einhver gerir það og það sé hægt að koma í veg fyrir það. Og síðan mér svolítið hugleikið að því var fengu góða heimsókn frá Bandaríkjunum í síðustu viku frá vinkonu Stígamóta sem sér Hate and Water samtökin í Bandaríkjunum sem ég enda að sitja í stjórn og hún var að tala svo mikið munin á ofbeldismönnum og við erum alltaf búin að vera að skoða brotaþola og við gleymum svolítið, þú náttúrulega, þetta kannski þín deild frekar, en sko það eitthvað munur á dreng sem búin að horfa á klám síðan hann var 9 ára og fer síðan og kyrkir bólfélaga sinn, tekur hálstakki af því hann heldur að eigi að gera það, hann veit ekki betur, skaðin samt alveg jafn mikill, sko, skulum hafa það í huga. Síðan erum við með manneskjuna sem sko í ástarsambandi og suðar sig alltaf til samþykkis og makinn kannski í þeirri stöðu að vitandi að sko dagurina eftir verður óbærilegt fílukast ef þú lætur ekki undan, skilur, eitthvað svona þvingað samþykki til athafna sig út samþykkjala til í. Og svo það bara þeir sem bara nauðga að þeir vilja ráði, setja bara byrla drykkin og bara skipulaðir og ganga þannig til verks. Þetta það svolítið misjafnt hvernig við þurfum að tækla þessa hópa. Með yngri hópi þurfum við fræðslu og aðhald. Við þurfum það líka með sko hina að segja já, þú veist, suða samþykki ekki endilega samþykki. Þurfum að ræða það í samfélaginu. Þurfum að ræða það við fullorðna menn. Og svo þurfum við náttúrulega bara að taka mjög hart af þeim sem að vita þeirra að brjóta á sér og bara drull og bara operar að pjúra hvern hatri sko. Svo það auðvitað svo leigjarað líka sko, þetta drull sko, það þú veist, það svo margt sem spilar auðvitað inn í í allri svona umræðu þá sakna ég þess alltaf svo þú veist, við erum svo fljóta afmennska sko, og ég ímynda mér alveg að það sé bara sko, og ég mjög hlynt allri betrun og betrun að vist framar fangelsisvist og allt það en ég einmitt svona velti fyrir mér sko, þú veist, þú tengir nú alltaf við þetta sem hún að segja að ná til sko gerendana þeirra sem að brjóta af sér og það þurfi kannski svona mismunandi aðferðir en eitthvað í okkar samfélagi sem að, þú veist, erum við með eitthvað svona tæki til þess að taka á akkurat þessum mönnum sem að gera svona? Þessum sem brjóta á sér á ásetningi og bara öllum þessum hópi einhvern veginn. Sko, já, ég bara í fyrsta lega myndi taka undir allt sem Drífa sagði. Þetta bara alveg stemmir við það sem ég hef verið að sjá og svona og ég held einmitt það hafa verið ýmis átök svona í gegnum tíðina á Íslandi sem ég held að hafi haft góð áhrif en þau hafa einmitt bara verið svona tímabundið kannski átök. Þetta þurfti einhvern veginn kannski að vera hluti af bara grunnskólum og framhaldsskólum einhverju kennslu og svo ég man eftir fáðu já. Ég held að sko þegar það kom fyrst upp að þá þótti það nú mörgu skrítum eitthvað fáðu já eins og þetta væri alveg fáránleg hugmynd að þetta segja viljið undirskrift þetta var svona stemningin við reynda með sjúkást sem bara sem held ég sé bara mjög gagnlegt sko og mikilvægt en þetta með þennan hóp sem fremur af ásetningi að þá ég trú líka betur ég held að allir afbrotafræðingar gera og ekkert endilega á því að sko mjög svona harðar refsingar skil alltaf besta árangrunum en þó sko ég held að ef það eru síbrotamenn sem beita ofbeldi, kynbundnu ofbeldi þá þurfum við að hugsa annað en betrun eða fælingu. Þá þurfum við einfaldlega að hugsa bara að fjarlæga viðkomandi úr samfélaginu tímabundið bara til að vernda aðra borgara. Og ég held að það sko
ég held að mörgum blöskri mitt svona við að sjá fréttaflutning af því þegar að sami aðili búin að vera að beita ofbeldi og virðist vera fara inn og út úr fangelsi og alltaf í stuttan tíma. Og ég held að fyrir að það þurfi talandi að herða refsingar að þá síbrotamenn fá ekkert sérstaklega harða refsingar á Íslandi og ég held að það væri skynsamlegt að herða þær. Að því að sko, ef við erum að tala um ofbeldismenn þá það nú oft þannig að þeir sem beita kynferðisofbeldi beita annars konar ofbeldi líka og þannig að það þarf sko, en með refsingarnar eitt en svo það bara allt kerfið hvernig það gengur fyrir sig. Við erum náttúrulega á þeim staði í dag að þrátt fyrir að fólk þegar að málið búið að fara alveg í gegn og viðkomandi búin að fara dóm og sem tekur auðvitað langan tíma og það lítill hluti af því sem fer alla leið og fær dóm, þar að segja refsingu dæmdu til refsingar, að það var nú oft þannig að viðkomandi þarf síðan að fara á biðlista og bíða eftir því að byrja að afplána því að hér vantar hreinlega pláss. Þannig að það svona margt sem að ábótavandi í íslensku samfélagin. Af því þú spurðir hvað gerðum við vitlaust, hvað var þar innflytjendur og allt það, þá held ég samt að það sé ekki alveg þannig að hér sé allt hræðilegt og við höfum gert allt vitlaust. Af því að sko það svona ákveðin stemning alveg greinilega í gangi núna. Það að segja að fólk að leyfa sér að segja eitthvað eða sem að það hefði ekki gert fyrir ári síðan eða tveimur og sko það ég held við hefum alveg getað gert margt betur og það margt sem við þurfum að gera betur en það held ég líka bara þannig eða þegar það verður mjög örvöxtur af innflytjendum í lítið samfélag eins og Ísland að þá má alveg búast við að fyrst sinn verði pínlítið erfitt ástand þar sem að til dæmis bara Robert Putnam sem svona virtur fræðimaður skrifaði bókina Bowling Alone og svona oft vitnað í, hann talar það að einmitt þegar það verði mikil fjölgun á innflytjendum, að verður mikil fjölmenning að þá fyrst sinn að þá sem að minnstri sé að það drægi úr svona félagslegum tengslum á milli fólks samheldni, það aðeins dregur úr henni en þegar til lengri tíma litið að þá eykst hún og þá verður samfélagið í heild farsælla með fjölmenningu þar að segja, en að það komi svona ákveðin tími sem erfiður, þar sem að fólk hættir að treysta hvort öðru, þar sem að verða átök á milli hópa, þar sem að fólk fyrir að íkja einmitt munin á milli fólks, að því að við erum í raun og veru öll bara mennsk og eigum miklu meira sameiginlegt heldur en það sem aðgreinir okkur. Þar ég alveg sammála og kannski bara að fá að ljúka á þessum góðu orðum. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna og fara aðeins yfir. Þetta svona mál dagsins svolítið með mér hérna við Rauðaborðið. Það alltaf gaman að fá okkur Drífa Snædal og Margrét. Takk kærlega fyrir. Takk sömuleiðis. Og dokiði við því að það meira hér handan við hlið. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.